Íslensk ferðaþjónusta skiptir okkur í festi gríðarlega miklu máli. Við erum með 100 útstöðvar land allt á víð og dreif og við finnum það að þetta styður okkur náttúrulega í þeirri fjárfestingu við að byggja upp þessa innviði sem við höfum auðvitað byggt upp í gegnum tíðina en erum að efla enn frekar núna af því eftirspurnin mun meiri. Nú er verið að spá því að vöxturinn sé að minnka verulega og verða kannski aðeins meira viðráðlegri, 3-4% á ári og þá finnst mér vert að spyrja að við spyrjum okkur. Þú veist, eru tækifæri kannski að auka gæðin? Við höfum verið að auka magnið þetta mikið en ég held að við höfum tækifæri til að jafnvel auka gæðin. Ferðaþjónustan hefur að sumu leyti komið inn sem bjargvættur fyrir landsbyggðina og það kemur fram bæði í nýsköpun og vöruþróun sem á sér stað sem kemur eins og ferskur andblær inn í þessi samfélög og skiptir ótrúlega miklu máli. Og við erum að sjá alveg gríðarlega mörg nýsköpunarfyrirtæki sem eru að verða að stórum stöndugum fyrirtækjum sem skapa störf, sem skapa verðmæti og skila tilbaka inn í bæði ríkiskassan en líka inn í þessi samfélög út á landi og þetta skiptir höfuðmáli. Gætum við dreift þessari hagsæld sem fylgir ferðamönnum betur landið. Þetta væri náttúrulega best fyrir ferðaþjónustuna mörgu leyti ef að alþjóðaflugvöllurinn og innanlandsflugvöllurinn væri á sama stað, fólk kæmi inn og þeir var bara farangur þeirra fluttur yfir og þeim var bara dreift strax einhvern veginn landið. Hugsanlega ólíklegt að það gerist, en ef við hugsum aðeins lengra fram í tíman eða það voru kannski komin 4 milljónir ferðamanna ekki 2,5 að eru þessi staðir á Suðurlandi sem hvað mest ásókn í eins og Gullni hringurinn eða Reynisfjara, Jökulsárlón, hvernig verður upplifunin þegar fjöldinn orðinn svona mikill? Þannig að þetta tækifæri þar. Það er auðvitað stórt og mikið hlutverk stjórnvalda hvernig þau laga og búa að hlutum og þessari umgjörð sem við störfum í raun og veru í íslensk fyrirtæki á íslensku markaði og þegar kannski kemur að ferðaþjónustunni rétt eins og kannski við aðra geira þá skiptir fyrirsjáleiki gríðarlega miklu máli. Það eru fyrirtæki sem við í þeim rekstri sem við erum sem þurfum að vita til langs tíma hvert á að fara, hverjir eru rekstrarrammarnir sem við getum stólað á til þess að fara í langtíma fjárfestingar í að byggja upp þessa innviði og þjónustu sem við viljum gera til framtíðar. Og svo mögum ég gleyma því að við eigum í harðri alþjóðlegri samkeppni við aðra áfangastæði. Til dæmis eins og Norðmenn núna sem hafa verið að fara dálítið inn á okkar svona svið, þeir eru